Meira úr dýraríkinu, myndir af 10 búrhvölum náðust á innanverðum Steingrímsfirði í gær. Myndatökumaðurinn segist aldrei hafa séð annað eins og það hafi verið magnað að fylgja hvölunum eftir. Hvalasérfræðingur segir þessa hegðun búrhvala mjög óvenjulega. Kristján Már Unnarsson er hér og segir frá. Hvalavaðan var nánast inn í botni Steingrímsfjarðar, vel fyrir innan Hólmavík og lengst af á móts við bæinn Bassastaði, að sögn Jóns Halldórssonar landpósts á Hólmavík sem tók þessar myndir síðdegis í gær. Hann sá hvalina fyrst úr landi í gærmorgun en fékk síðan kunningja sinn Benedikt Pétursson til að skutla sér á bát út á fjörðinn að loknum vinnudegi. Þeir sögðu strax vera vissur að þetta væru búrhvalir og það staðfestir Gísli Víkingsson, hvalasérfræðingur Hafrannsóknastofnunar, eftir að hafa séð myndirnar. Jón segir að þeir hafi fylgt hvölunum eftir í það bil klukkustund og kveðst aldrei fyrr hafa séð annað eins. Það hafi verið magnað að sjá þetta. Gísli Víkingsson segir mjög óvinnulegt að sjá búrhvali svo langt inn á firði enda haldi þeir sig yfirleitt langt út á hafi og á djúpsævi. Gísli minnist þess þó að árið 1994 hafi 6-7 búrhvali rekið á land á ströndum og þeir drepist og 2 árum áður hafi svipaður atburður orðið á Langanesi. Gísli segir erfitt að útskýra hvað valdi því að búrhvalir sjáist þarna á grunnsævi inn á firði. Þeir kafi dýpst allra spendýra niður á 2 kilometra dýpi og getið haldið niður í sér andanum í 2 klukkustundir. Búrhvalir verða alltaf 18 metra langir.